Í Laugagerði skóla í Eyja og Mikluholtshrepp stunda 25 nemendur námið á kappi. Okkur lék forvitna á að vita hvernig starfsemin háttað. Skólinn kannski fámennur en alveg óhemju góðmennur. Bæði hvað varðar starfsfólk og nemendur. Telma, hvernig finnst þér í leikskólanum hérna í Laugagerði? Strákarnir bara hoppaði yfir krakkana. Voru að hoppa yfir krakkana? Já. Út af hverju voru þeir að því? Þess var ég hoppa yfir krakkana. En finnst þér gaman í skólanum? Já. Litlir sveitaskólar eins og Laugagerði ef við byrjum bara á hvað eru margir nemendur hér sem stunda nám? Sko það er svolítið sniðugt þegar ég spurði þessu. Við erum 16 í grunnskóladeildinni og 8 í leikskólanum. En þegar við erum svona fá þá teljum við ekkert. Þannig að ég kem alltaf svolítið að fjallum, býtu hvað erum við mörg? Við erum bara, þetta er allt svona einstaklingar, þetta er ekki, ég er alltaf svolítið erfitt með að svara spurningunni, sko. Væntanlega eitthvað munur á starfi lítilla sveitaskóla og fjölmennra skóla í þéttum byggðum. Geturðu fest einhvern hendur á það fyrir mig? Sko, ég hef vinni í bæði, ég hef ekki var í fámennuskóla sem barn og svo sótti ég að vinna við fámennuskóla og svo fór ég líka í fjölmennan. Og það sem að mér fór aftur svo í minni skólana, að það er þjónustustigið. Það er bara svo að þegar maður er búin að kynnast þjónustustiginu sem maður getur veitt börnum í fámenni og þá er ég alveg að tala í skóla upp í 70 krakka, 70-80 krakka. Og þá er maður svo erfitt með að sætta sig við þjónustustigið að sætta mig við þjónustustigið sem ég gat veitt í stóru bekkjardeildunum. Það er bara svo allt annað, sko. Að vera með 30 krakka eða 25 eða vera með þennan hóp af nemendum sem maður getur komið til móts við. Ekki einn heldur erum við nokkur sem erum að hugsa hann, en þetta er kannski bara eins og einn bekkur í stórskólanum, sko. Nú er örugglega margir sem halda að þetta sé akkurat öfugt, að þjónustustig í litlum skólum út á landi sé minna. En hér eru sóttir talmeinafræðingar ef að þarf, það er sóttur sálfræðingur og nær þó kannski að sinna betur nemendum. Já, það er besta stóðþjónusta sem að ég hef, besta aðgengi, það sem ég hef niður er hér. Hér er heitt vatn, það er íþróttahús, það er elsta 25 metra laugin á Íslandi held ég, Kölveðanislaug og svo erum við með allt þetta stóra húsnæði hér. Þannig að hér er aðstæðan bara eins og best verður á kosið, sko. Út á hvað gengur svona bara daglegt starf skólans? Mér finnst það ganga út af því að láta fólki líða vel, bæði starfsmönnum og nemendum. Og ef nemendum líður vel og fólki líður vel, þá gerast góðir hlutir. Þannig að ég er að vona að stemningin sé þannig hérna innandyra. Og síðan er það að koma að veita menntun og þjálfa þau líka í félagsfærni og vera með áreiti, af því þetta verður allt svolítið þægilegt, sko. Þegar við erum svona fá og allir það er ekki agavandamál og ekki hávaðavæti og þá verður þetta kannski svolítið þægilegt og þá þarf að ýta, setja markið hátt þó að við fáum góða þjónustu, þá þarf nemandinn líka að hugsa. Hvernig finnst ykkur að vera í Laugagerði skóla? Bara gaman. Já. Gaman. Mjög gaman. Mjög gaman alveg. Hvað er svona skemmtilegast í skólan? Það er bara, við erum bara rosa fá, það verður allir vinir og svona, það er ekki neitt svona mikið útundan og eitthvað. En þið leikið ykkur alveg sama, þið leikið ykkur við stráka, þið leikið ykkur við börn sem eru yngri og krakkar sem eru eldri, eða ekki? Jú. Þegar leikskólinn er úti þá erum við mjög mikið með leikskólanum. Mér finnst það mjög flott að geta leikið sér vegna allir saman. En hvað finnst þið skemmtilegast í skólanum samt? Frístund og útivist. En leikið þið saman systurnar stundum hérna í skólanum? Eiginlega ekki mikið, sko. Fáið alveg nóg að því heima bara? Já. Við hengum eiginlega oftast með vinum. Þegar nú eru þessir 25 nemendur hér dreifðir á aldurspil, langt aldurspil. Getur verið að börn í svona skóla með þetta fyrirkomulag sýnir kannski meiri, svona skilning á þörfum yngri og eldri, það er ekki eins kynjaskipt og aldurskipt. Nei, og hér leika allir saman, sko. Leikskólinn í frímínútum og 9. bekkingarnir að leika sér saman. Og það er bara, þau eru ótrúlega þjálfuð að takast á við
einmitt eiginleika hvers og eins þeirra sko, og svo einmitt að vera í mjög blönduðum aldurshóp. Þannig að það og þau bara, það styrkir þau þetta mjög mikið. Krakkar leika miklu meira saman, þvert á aldur, þvert á kyn. Algjörlega. Þetta er dálítið eins og ein stór fjölskylda, nemendahópurinn. Það var bara fyrsta sem ég sá þegar ég kom inn að ég bara, vá, þú veist, 9. og 10. bekkingarnir eru bara að hjálpa líka til á leikskólanum eins og út í frímínútum, þá eru þau bara að hjálpa til að róla litlu krökkunum og þau eru að hjálpa þeim í sandkassanum. Þetta er svona alveg rosa mikil svona samvinna og bara svona bara endalaus virðing og vinátta. Mér finnst það bara ótrúlega heillandi. Mér finnst þú að vera að lýsa svona einni stórri hamingjusamri grískri fjölskyldu. Já, auðvitað eru vandamál og það þýðir heldur ekkert fyrir okkur að tala að fámennið sé ekki vandamál, en það er þá eitthvað til að takast á við, af því það er líka svo mikil auðlind. Og við erum öfunduð, þú veist, ég held að sagt þegar maður er að koma og kynna verkefni úr litlu skólanum, þá segja kennararnir í stóru, já, þið erum svo fá, þið getið leyft ykkur þetta. Já, æði, við erum svo fá, við getum leyft ykkur þetta. Það er ekki eitthvað til að draga okkur niður, það er æðislegt. Áfram leikaði.